Á bráðaþjónustu geðsviðs koma tæplega 6.000 manns á ári og það 2,3% af íslensku þjóðinni. Það heldur rólegra hjá okkur á sumrin, en strax upp úr verslunarmannahelgi þá sjáum við að róðurinn þyngist og haustin oft erfiður tími hér á geðdeildinni. Til dæmis hefur þetta haust verið afar þungt og á legudeildunum hjá okkur hefur nýtingin verið 110%. Við erum í 5 húsum á 5 stöðum í Reykjavík. Við erum með svona mestu starfseminni hér á Hringbraut, 4 legudeildir. Síðan erum við með endurhæfingadeildirnar á Kleppsspítala. Síðan erum við með svona minni staði eins og dag- og göngudeildir á Hvítabandi sem niður á Skólavörðustíg og við erum með svokallað samfélagsgeðteymi á Reynimel 55 og 5. staðurinn á Laugarásvegi og þar erum við með deild sem sinnir ungu fólki í fyrsta geðrofi. Við sinnum öllu sem kemur brátt, en að sjálfsögðu myndum við geta sinnt fólki lengur. Við erum með mjög stuttan legutíma og hann hefur verið að styttast undanfarin ár. Rúmum hefur fækkað á síðustu 15 árum rúmlega helming úr 240 í 118 rúm og við erum farin að finna verulega fyrir þessari fækkun. Íslendingar eða Ísland með fæstu rúm per 1000 íbúa ef við berum okkur saman við önnur Norðurlönd og við erum sömuleiðis með stysta legutíman. Hins vegar veit ég að á Norðurlöndunum þetta tilhneiging, það að styttast legutími hjá þeim líka en þau ekki komin í sömu tölu við sem eins og hér á Hringbraut þá erum við með tæplega 10 daga meðallegutíma. Það sem gerist þegar við opnuðum bráðageðdeildina var að við ákveðum að það þá ein deild sem væri með veikasta hópinn og það hefur reynst vel. Við gátum sérhannað deildina með það fyrir augum og við þjálfuðum starfsfólki að sjálfsögðu sérstaklega og reynslan sýnir okkur að þjónustan betri, atvikum hefur fækkað. Það ekki nóg með að fólk veikist, heldur þarf það líka að glíma við fordóma ofan í kaupið sem náttúrulega gríðarlega íþyngjandi. Mér finnst eins og unga fólki í dag, bæði með því að tjá sig í fjölmiðlum og netmiðlum, þetta skiptir mjög miklu máli að tala sterka einstaklinga sem fólk lítur á sem fyrirmyndir, tjá sig svona opinskátt andlega krankleika. Við erum farin að meðhöndla fólk miklu meira á dag- og göngudeildum og í nærumhverfi fólks heima hjá því til dæmis. Þetta allt saman mjög til bóta. Endalaus lega á geðdeild ekki endilega alltaf besta lausnin og þannig að mæta fólki þar sem það statt og með því að efla dag- og göngudeildir þá teljum við okkur hafa verið að bæta þjónustuna umtalsvert. Markmiðið að nota öll þau tæki og tól sem til eru til þess að bæta andlega líðan og þarna ég að tala til dæmis eins og hreyfingu, sinna mataræði og bara allt sem við getum gert til þess að bæta lífsgæði þrátt fyrir veikindi og sjúkdóma. Við erum ekki sjúkdómurinn nefnilega.